Við í Norðlingaskóla, verkefni sem við ætlum að kynna fyrir ykkur, við ætlum að fjalla sjálfbærni. Og núna við erum grænfánaskóli og fundu fyrir því, við þurfum að dusta rykið og rifja upp með krökkunum. Það er búið að vera svona smá pása. Það er leikskóli og skóli í sama húsi og við rákum okkur það að til dæmis að flokkunarkerfi leikskólans allt annað en flokkunarkerfi skólans. Báðir með grænfána, mjög ólíka nálgun. Umhverfið mitt, smiðjan. Og þar var eitt verkefni sem heitir náttúruhamfarir. Og þá er bara verið að taka sérstaklega fyrir náttúruhamfarir. Það er sett niður ákveðin markmið og þau gerir sig grein fyrir þessum hvað náttúruhamfarir eru, hættum og afleiðingum. Og svo var markmið að kynna helstu viðbrögð. 2 dagar, 2 lótur í senn, þetta eru 4 klukkutímar sem fara í þetta verkefni. Og þarna eru þau að læra ákveðin hugtök sem eldgos og jarðskjálfta, Richter. Og kennsluaðferðirnar voru með fyrirlestur, það voru umræður, það var verið að skoða myndbönd og svona ýmislegt. Annað verkefni var hringrás náttúrunnar og það var bara markmið einfalt að nemendur kynnist hringrás vatnsins. Það var bara mjög skemmtilegt það sem þau voru að læra sólskinn og uppgufun, sjávar og skýjamyndun og annað. Það var svolítið það sem við vorum að gera í 15., 17., 7. og 8. og 10. Við vorum svolítið mikið að nota hundurnar og notuðum okkur þennan lúxus að vera með útikennslustofan út í Lundi sem var komið að því að við þurftum að grísja svolítið mikið. Þá gátum við farið, ég var með hóp út í grísjum og þá vorum við bara hreinlega að fella tré og fullvinna þau. Hvort sem það var í leiktækja smíði eða hvort það var allavega í kurl eða í hvað ætlum að nota þetta. Þannig að maður gæti farið með þau alla leið. Alveg frá því að segja, við er búið að planta þetta mörgum trjám. Því miður þá er þetta á ekki lífsvon. Við þurfum að taka það. Og krakkar í leikskólanum Rauðhól fá hnífa til að torka. Til að læra að torka alveg frá leikskólaaldri. Þannig að það er bara traustið þeim bara kennt að nota þetta. Þarna vorum við bara með fleiri, ég ákvað með 40 krakka úti og þau bara fengu krakka með þessi 3 klára þau, koma með þau hingað, flokka þau, skila þau. Sjálfbærnin er þetta við þurfum að taka út einstaklingar sem aðrir þrífist betur vegna þess að þess á ekki lífsvon og tréð nýtist svona þetta er út þessu tréð. Það er allt þarna inni og hugmyndin á bak við Björnslundi er náttúrulega svo að við erum að nota inn í honum það sem er í honum. Við skoðum með annan hópaðnúti sem var að smíða leiktæki. Og var að smíða leiktæki fyrir leikskóla sem er að úti. Þarna er leikskóli í Lundinum, það er bara ein deildin er þar í ákveðinn tíma og fá bara svona leiktæki, það var bara að hengja rólu upp í tré, það er ekkert annað boði, það fer ekkert að neina. Þess umhverfisskátlista og vekja krakka til umhugsunar endurvinnsluna og flokknur og sorpi sem var enda líka gert, það var önnur stöð sem hét endurvinnsla. Mjög skemmtileg stöð hjá þeim þar sem það var verið að tala virkjanir og orkugjafa og annað og það var svolítið lagt upp með að þau ættu að mynda sig kannski skoðun á því. Þannig að þau voru svolítið vera gagnrýnishugsun og velja sér svolítið að vera með eða á móti og rökstyðja af hverju. Og svo var fyrstu hönnun og þá voru þau að taka kannski einhverja verðlausa hluti, eitthvað svona sem er ekki neitt í auga einhvers og búa til listaverk og alveg ótrúlega flott listaverk. Svo máttu þau eiga það og svo vissu þau líka að náttúrulega þegar þau vil ekki eiga það lengur þá vita þau hvert hlutin er að fara. Sjálfbærni er endurvinnsla. Bera ábyrgð á umhverfi sínu og ganga vel Í sjálfbærni felst virðing. Að læra ábyrgð.